Hérna er niðurstaða úr æfingaprófi sem ég ætla að fara yfir og við höfum hér texta, hvernig á að setja upp lausnina. Hér átti að byrja á því að tengja við innganga samkvæmt tengiskrá og við sjáum að S1 á að fara inn á inngang I1 og svo framvegis. S5 inn á I5 og Q1 tengir svo hérna við K1 og það er búið að tengja það allt upp við útganga, en það vantar að tengja hérna S1 inn á I1 og svo framvegis hérna og síðast kemur S5 hérna inn á I5. Nú, næst átti að hanna stegarit sem að framkvæmir eftirfarandi virkni. Að þegar að þrýst er á S2 kemur K1 inn og helst inn og þegar þrýst er á S3 fer K1 út og K2 kemur inn og helst inn í 20 sekundur. Að þeim tímum loknum fer hann K2 út. Nú, þegar þrýst er á S4 kemur K1 aftur inn og helst inn í þar til þrýst er á S1 og þegar þrýst er á S5 kemur K3 inn og helst inn í þar til að þrýst er á S1. Þrýsturofinn S1, hann er normally closed, hann er til að slökkva á öllu hvenær sem er. S1 er sem sagt stopprófinn þarna í þessu. Nú skulum líta á þetta hér. Ef við setjum inn S1 þá þarf hann að haldast inni meðan að eitthvað á að fara í gang og svo að þessi hérna efsti er with latching, hinir eru það ekki og aðeins að sýna ykkur hvernig það er gert að þessi rofi hérna, hann er með hagkall hérna í with latching og næsti hérna S2 þessi hérna, hann er ekki með hagkall í það, þannig að hann er bara þrýstirofi og þá þarf maður að taka hakið að þessum hnöppum. Nú, við skulum setja þetta aftur í gang sem sagt á þessa skoðun hér og nú er skjárinn virkur með því að smella hérna á enable right og hér ræsum við þá með S2 S2 kemur hérna inn og ræsir Q1 sem að tekur sjálfhaldi hérna og síðan getum við ræst hér Q2 með S3 og jafnframt þá slekkur S3 á Q1. Nú, við getum ræst Q1 aftur með S4 og síðan ræsum við með S5 Q3. En áður en við gerum það þá sjáum við hér að tímaliðin hann hafi tekið út Q2. Við getum prófað að setja bara aftur S3 inn og svo aftur S4 og svo S5, hann setur Q3 inn, þá eru allir inni og ef við slökkum með S1 þá fer allt út. Nú þá sjáum við það hérna á púlsarínutinu að hérna fór Q2 út vegna tímaliðans eftir 20 sekundur og við ræstum hann bara aftur hérna með S4 með hérna
það við sjáum ekki með örugglega S3 og síðan settum við hitt aftanmennin S4 inn og S5. En við sjáum ekki ef við þrýstum mjög stutt á þetta þá kemur það ekki alveg ljós. Ef við setjum inn stoppbróðan aftur, hann þarf alltaf að vera inni, alltaf að gefa samband inn, þá helst hann inni hérna og þá hægt að ræsa útgangana. Ég ætla að ræsa aftur með S2, þá kemur Q1 inn og helst inni og S3 ræsir Q2 en slekkur á Q1. S4 ræsir aftur Q1 og S5 ræsir Q3. En eftir þessar 20 sekúndur þá tímaleiðin að taka út Q2 og hann fer þá út núna. Og við skulum sjá aðeins hvernig tímaleiðin settur hérna fyrir neðan. Hann fær inn á sig merki frá Q2 og eftir einstaklega tíma sem 20 sekúndur hérna að þá verður T1 virkur hérna sem við skýrðum útganginn á hann og hann rýfur hérna Q2. Nú, aðeins að sjá hvernig það gerist, sem sagt að S3 setur inn aftur og hann að telja hérna, telur hérna upp í 20 sekúndur og sjáum við þegar hann virkur þá rofnar straumurinn af Q2. Það gerist núna. Já. Og setja inn tímalið þarf alltaf endurnýjað merki inn til þess að fara að telja sig aftur upp í einstilltum tíma. Þannig að það þarf að þrýsta aftur á S3 til þess að þetta gerist aftur. Svona virkar nú þetta einfalda stöðurit sem var sett upp í þessu æfingaprófi.